En Ali, þetta var bara klárað í þetta kvöld, hverju viltu þakka sigurinn? Bara svolítið á öllu sko, ég meina Grindavík voru betri við fyrri hálfleik í sóknarfrákvæmstunum, við náðum aðeins að skrúfa fyrir það. Fyrri hálfleikur var svona samt okkar megin, við vorum að spila góða sókn. Svo fannst mér, við mistum það þriðja leikluta, Easy slapp aðeins frá okkur þar. Og svo náðum við að loka hann í fjórða leikluta og spilum góða vörn í fjórða. Það er svona vörnin í fjórða held ég að við skopið hennar sigur. Þetta er náttúrulega leikur alveg bara fram á síðustu sekúndu, bara eins og sindisli leikur þú hefur verið bara ánægður þegar þetta var búið. Já, ég meina Grindavík bara þakka kærlega fyrir seríuna og þeir sýndu bara að risa hjarta í kvöld. Það vantaði náttúrulega stórt búst hjá þeim í Kitta Páls og mér finnst bara margir spila vel hjá þeim. Óli var náttúrulega frábær, setti stór skot og var erfiður í sóknarfrákvæmstunum og Ívan erfiður undir körfunni og ég held kannski Easy ætla að taka yfir þennan leik en sem betur verið að byrjaði kannski aðeins og snemma að taka yfir hann. Og hvað, Valur þá núna, hvernig leggst það í þig? Ég er bara ekkert byrjar að pæla í því sko, en við erum búin að við unnum þá við splittum leikjunum í deildinni, við unnum undanúrslitum í bikar og þeir eru nokkur í Glacial-mótinu, það er 2-2, það er bara getur ykkur jafnara. Og menna ykkar stefna að sjálfsögða bara verja titilinn? Já, okkur stefna er bara að reyna að vinna fyrsta leik á móti í Val, ég meina við erum í rauninni bara útrúlega þakklátir fyrir að vera komin aftur undanúrslit. Það er risastórt fyrir lítið klúbb eins og Þór Þórðarsson að vera í undanúrslitum 2 ára röð. Frábært, takk. Takk fyrir okkur.